Já, þá komið að Trump-tímanum. Við höfum það hérna á miðvikudögum, ræðum Donald Trump og þau áhrif sem hann að hafa kannski fyrst og fremst í Bandaríkjunum, en svo sem víða heim líka. Hingað eru komnir góði gestir, Friðjón R. Friðjónsson, sem borgarfulltrúi, Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur og Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur. Herðu, það ekki þannig að Donald Trump hefur eiginlega aldrei staðið verr heldur en núna? Ég veit ekki hvort hann aldrei staðið verr. Hann stóð nú ekki þessu kjörtímabili. Já, þessu kjörtímabili, það er rétt sko. Hann stóð nú ekki sérstaklega styrkum fótum hérna eftir 13. gleðina 21. En já, hann stendur mjög vel. Það er að fjara undan honum. Já, sko bæði kosningarnar sem voru núna í upphafi mánaðarins fóru illa með hann og illa með flokkinn, republikanaflokkinn. Trump tók þetta ekki til sín, heldur taldi að republikanar hefðu töpað en ekki hann. Þetta samt sko opna að það hefði verið að þeir var ekki að græða á lokuninni, sagðan, þannig að ég bara heyra hann mjög sjaldan segja eitthvað sem að hann að því að mögulega gæti hann hafa tekið ákvörðun sem ekki var góð. Einmitt. Og síðan sko þessi viðsnúningur í Epstein-skjölunum sem að virðist hafa verið hann algjörlega þvert algjörlega móti skapi, en hann var bara komin í pólitíska stöðu þannig að það voru það margir þingmenn republikana í fulltrúadeildinni búin að lýsa því yfir að þeir vildu opna skjölin og allir demokratarnir voru þar líka. Svo endaði þetta með því að allir þingmenn í fulltrúadeildinni nema einn og sem að mér finnst vera svo áhugavert, mér ákast að skoða þennan ágæta mann Clay Higgins og bara af hverju varstu eini maðurinn sem að kaust á móti þessu. Þannig að en þetta allt saman þetta ekki búin að vera góði dagar fyrir Trump og maður sér það líka sko í könnunum á hvað fólk ánægt með hann og stöðumála bæði með hann og síðan sko stöðumála hvað varðar verðbólgu og efnahag og utanríkismál og fleira að hann bara alls ekki á góðum stað og hann líklega með minnsta fylgi í þessum ánægjukönnunum sem að sko lægra heldur en Biden var með þegar hann var vestur og minnsta fylgi sem hann var með sem að á fyrra kjörtímabilinu. En Margrét, þessi Epstein-skjöl, það er nú afbrotafræðingur. Veit ekki hvað þú getur upplýst ykkur hvað gæti verið í þeim. Hafið þið á þessu svona út frá afbrotafræðinni? Þetta náttúrulega pólitískt mál. Hverjir voru í samskipti við hann, hver hindraði að upplýsingarnir kemur fram og þar hundur gotunum. Já, þetta pólitískt mál, en þetta alveg svona líka vekur áhuga að minnsta kosti mín sem afbrotafræðings en þá kannski meira svona allt þetta, það sem á eftir að koma í ljós kannski, hversu ekki bara hverjir eru sem gerendur í þessu skjölum, heldur bara hverjir hreinlega vissu af þessu, af því að það er náttúrulega þetta er svo rosalega langur tími sem að þessi maður og hans félagar hafa verið að misnota ungar stúlkur eða barnungar stúlkur og en hann samt sko það er ekki, ég trúði ekki eina mínútu að sko þetta er einhvern veginn eins og þetta lítur við mér núna að þá hefur þetta verið svona almenn þekking á meðal þessara manna sem hafa til dæmis verið að skemmta sig með þessu manni. Hvað var hann í gangi? Þannig að það er líka svo áhugavert að sjá hvernig í hversu langan tíma og það hefur einhvern veginn, enginn hefur gert neitt. Það er engin viðbrögð og svona merki menninguna líka. Að yfirsettin leyfi sér að misnota lástettina. Já. Það algjörlega. Eins og við sjöum í Englandi 1750. 100% og við höfum þetta séð í mörgum öðrum málum þar sem að hafa verið einhverja stórstjörnur sem að hafa komist upp, Weinstein eða fleiri hafa komist upp með alvarleg kynferðisbrot áratugum saman og fjöldin allur á fólki var vitað að
En það verður áhugavert að sjá sem að ég gerir ráð fyrir að við séum að fara að sjá meira úr þessum skjölum. En það er ekki víst. Nei, það er ekki víst, en mér finnst mjög ólíklegt að það sé, ef við séum ekki að fara að fá. Ég las langan spalta hjá LA Times í gær, held ég, í fyrradag. Það sem var svona, hvernig getur Trump komið í veg fyrir að upplýsingum komið fram? Og það voru ýmsar leiðir, meðal annars haldið fram að það væri búið að henda út úr skjölunum. Já, og ég held að það sé alveg rétt að hann geti það. En mun hann gera það? Er hann ekki einhvern veginn komin út í hotn að hann muni þurfa að skrifa undir og veita aðgang? Þegar menn eru komast í hotn þá fara menn að gera skrýtna hluti. Sko. Já, en kannski, þú veist, einmitt vinsældur hans eins og Friðjón var að lýsa að hafa dvínað en hann er samt bara, þetta er svo stuttu tími sem hann er búin að vera í þessu embætti. Það er líka, sko það er auðvitað sérstakt að vinsældunar eru þegar farnar að dvína svona mikið á þessum tímapunkti, en hann á samt alveg þú veist, hann á 3 ár eftir og hvað á hann eftir að gera á þessu 3 árum? Hversu miklu skaða á hann eftir að valda í amerísku samfélagi? Ekki bara amerísku. Nei, ekki bara bandarísku samfélagi, heldur víðar. En það verður að koma í ljós, en ég myndi svona halda að ef að hann hefði svona einhverjar áhyggjur af sínum vinsældum í Bandaríkjunum að þá myndi hann að lokum samþykkja birtingu þess að skjala. Nema hann vitið að það verði ekki til auka vinsælda hans að birta þér. Já, nema þú meinar að það sé skýrt að hans brot séu þarna í skjölunum. Það er ekki að vera brot, sko. Þeir sem er að segja af sér núna er fólk sem að, var í samskiptu við Epstein eftir hann var dæmdur í Florida. Já, einmitt. Og þá er það metið sem svo að þú áttir að vita betur. En síðan þeir sem að voru í samskiptu við hann á kannski tímabilið þú út að lýsa, að þú áttir að vita, en ég vissi það veit enginn, það er ekki hægt að mæla það, sko, hvort að maður viti það. Ég held að það væri bara svona upp á kvennhöndina, getur ykkur sagt og bla 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 bla. Þannig það er ekki alveg kannski hægt að sko þóttu sett í samskiptu við hann fyrir dómin í Florida. Einmitt. Þannig að ég veit ekki. Nei. Ég veit ekki hvað í þessu skjölum frekar við. Nei, ég veit það ekki. Ja, það er líka sagt að það muni eitthvað vera hreinsa í nafni þjóðaröryggis, voru greinar í gær að fjallum sko að Bondi myndi reyna að fara í gegnum skjölin og gera það með þeim hætti. Blaðamennir LA Times voru einmitt að segja að það væri eiginlega gæti ekki gengið upp. Já. Því að hann hefði verið almennu borgari þegar að atburðin eiga sér stað. Það sé bara ómögulegt að túlka þetta yfir í þjóðaröryggi. Maður hefur séð alls konar lagatúlkanir samt sko. Það sem gæti svona loka eitthvað skjölum er það að það þarf ekki að birta þau skjöl sem eru mikilvæg í málafellum sem að standa yfir og það er svona sem sagt, nú eru þeir alltaf að fara að rannsaka demokrata, Bill Clinton og svona þannig að þá getur kannski á þeim grundvelli lokað einhver. En ég held að sko þessi uppákoma núna sé raun og veru kannski stærra mál en við gerum grein fyrir. Fyrsta lagi þetta fóru hann fram alveg hrikalegi glæpir og það verður bara, má ekki gleymast. Þarna voru ungar stúlkur misnotar árum saman, líf þeirra eyðilagt skipulegum hætti. En það sem að mér finnst áhuga svona pólitískt séð í þessu máli núna er það að þetta snertir að sömuleyti kjarna svona maka. Að kjarna þessar hreyfingar sem hefur fleytt Trump áfram í pólitíkinni sem að snýst ekki síst það að svona reiði almennings gagnvart elítum sem er svona óskilgreint hugtak en það er bæði svona menningarlegt og félagslegt og síðan efnahagslegt. Og það hefur eitt af þeim sögum sem hefur verið að ganga sem er byrtist með því sem að kalla var Pizzagate þar sem að maður reist með byssu inn í pizza veitingastæði í Washington að leita að börnum sem var í þrælahaldi í kjallaranum að það er svona þessi sögur hafa gengið að þessar elítur að þær hafi misnotið börn og þannig er þetta augljóslega elítu kall sem misnotaði börn, það er búið að dæmi þessu máli, það er alveg ljóst og Trump sem sagt, hann fleytir sér áfram á þessari reiði inn í forsetembætti, hann lýsir því yfir í kosningabaráttunni að hann ætla að opna öll þessi skjölum leið og hann verður kjörinn, en núna neitar hann
þá hann í raunverulega, þá allt í einu fer fólk að sjá, hann stendur þá með elitunni og auðvitað ein ástæðan, nú veitum við ekki hvað í þessum skjölum, en hvort að það hefur ekki komið fram það að Trump hafi sjálfur tekið þátt í neinu slíku athæfi sem hann hefur komið fram, verið talað en eins og þau hafa bent á Margrét og Friðjón hér að þá auðvitað mátt hann vita ýmislegt og það sést að því sem að afskjölunum, hann vissi ýmislegt, hann gefur ýmislegt í skyn sem hann reyndar stundum neitar hann að sé hafi verið hann. En það eru vinir hans, það allir þessar klíkur sem hann hefur tilheyrt. Það svona samfélag sem hann kemur upp í þannig á fullu og hann að verja það. Og það sem auðvitað að koma í ljós núna það að Trump í sjálfu sér engin maka. Hann elita, hann spiltur, það er ekki leyndamál, hann að nýta sér forstæðanbætti til þess að græða, ég meina það er bara margsinnis komið fram. Og eins og hann hefur talað konur og samskipti sín við konur og það hefur verið dæmdur fyrir kynferðisafbrot, að þá þetta alveg ljóst að hans framkoma gagnvart minnskosti konum, ekki börnum, ekki stúlkum, en konum ekki til að hrópa húrra yfir. Þannig að bæði hann sem hegðun hans, þjóðfélagsleg staða hans og síðan aftur núna raunverulega pólitíkinans, af því að hann ætlaði, samkvæmt því sem að lýst yfir fyrir kosningar, að bara fyrsta degi þá fari verðlag allt saman niður og allt myndi verða hér æðislegt. Það gerist ekki og þá einhvern veginn fara vakna svona efasemdir hjá bæði almenningi og líka stjórnmálamenn og það sem að gerast núna það að tala það að menn verða þessi lamaða önd, lame duck svona eftir á síðara kjörtæðinbílinu eftir miðbygskostningarnar. En það hefur Trump alltaf fyrr, þannig að nú eru þingmenn, það alltaf inn að sjá að það kannski verra að styðja Trump heldur en verið mót. Það alltaf verið þannig að þeir alltaf setja stiga Trump því að ef hann er mótunum þá bara kemur hamarinn og þeir eru bara farnir. En nú allt í einu, það kannski verra stiðjana því að sérstaklega þessu Epstein-máli sem að hann og hans fólk handir alveg bara óbóðslega illa, alveg frámunalega illa. Þetta voru mistök ofan að hvernig hann talaði þetta mál og hann endar út í horni og ég held að sé alveg rétt sem komið fram. Ég held að hann komin, skjölin komu öll fram, það kemur alltaf fram sem kemur fram og hann bara býður, hvað skaðast þig mikið? Það getur verið að hann skaðist ekki neitt óskaplega mikið en það getur verið að ýmsir húnum sem standum nálægt gera. En hann skaðast ef að hann væri að skila stórkostlum árangri í efnahagsmálum og öðru slíku, þá myndi hann skaðast minna. Því að sumleiti þá var hann kosin að vissi að þetta væri dónakall og vissi að þetta væri syndur maður en samt var hann með stuðning í kirkjuhöfðingja og fleira og menn voru með alls konar kenningar á því að stundum væri Guð að vinna í gegnum synduga menn og vitna í Gamla testamentið að það voru menn persar og fleiri sem Guð hafði getað unnið í gegnum og gert gott fyrir Ísrael og ég veit ekki hvað og hvað, þess að var til að réttlæta þetta en að meðan hann ekki að skila eða delivera og kannski út frá makahreyfingunni líka að hann náttúrulega verið fyrir makahreyfinguna það er enginn sem getur gert þetta sem hann hefur gert enginn geta komið henni til slíkra árum eins og og meðan að menn trúa því að þá eru menn til að fyrirgjóna hvað sem en að meðan hann ekki að ná árangri að þá minnkar toleransin eins og sættir. Það sagtu auðvitað að þetta er allt efnahagslífið fíbliðitt og þannig þetta auðvitað en samt sem áður þá þetta þessi viðhorf til barnagirndar og til svona þessara svona spillingar elitunar það stendur mjög djúpt hjá makareyfingunni og þannig að þetta í samingi við það sem vorst að segja með svona frekar bága stöðu efnahagslífsins sem ég held að komi til með bara versna ég held að við erum að stefna í svona siklíska svona lægð og við sjáum bara íslensku efnahagslífi sem að hluta til þessu út af hvernig þessi tollar hafa trublað efnahagslíf heimsins en það er bara þannig hefur þetta alltaf verið, þetta fer alltaf upp og niður og þetta fór niður í COVID og það voru alveg sérstakar aðstæður þannig að síðan það auðvitað ýmislegt sem að
gert það verkum að hlutabréf hrynji, það mikil bóla þar og þó svo að það sé kannski snerti ekki alla mjög mikið, þá það mjög mikilvægt fyrir eldra fólk sem að á sína eftirlaun í slíku. Þannig að ég held að Trump sé svona, þetta sé næstu 2-3 ár getur verið erfið fyrir hann. Ég er saklegur þannig ég veit að hann líka snillingur sko, hefur verið snillingur í því að sko svona draga athyglinni einhver öðru og fá fólk til þess að líta í aðrar áttir þegar að það er vandamál á einum stað að þá gera hann eitthvað annað og svona það var ekki alltaf virkað hjá honum, hann var að opna ýmis svona skjöl sem engi verið að biðja og fleira, allt til þess að trufla. Já, ég veit það, en sko ég bara segja sko, ég ætla ekki að afskrifa hann alveg strax, vegna þess að hann hefur verið snjall mörguleitunum til fyrir sig að svona draga athyglinna að einhverjum öðrum málum og svo framvegis og það sem sko, það sem líka sér sko inn í svona sko, lögin í Bandaríkjunum eru mjög skýr, þessi alríkislög það að börn eru börn fram að 18 ára aldri. Síðan eru víða lög í hinum ólíku ríkjum þar sem að samræðisaldurinn er minni og eða lægri og og stúlku bara 12 ára gamlar að gifta sig í Kentucky. Já, og ég meina og sumstaðar sko er hann enginn sko og sérstaklega í söðrinu. Þannig að sko og maður hefur séð og ég sá að Megyn Kelly sem er svona fjölmiðlamaður á Fox og fræg kona hún fór að gera greinamun á sko börnum og unglingsstúlkum og það svona sem að svona kallaði á gamalt viðhorf það svona já, ég meina það eru lög sem eru sungin 16 ára stúlkur sko og fræg lög og yngri þannig að sko þetta svona þekktir menn, Bill Wyman giftist sinni ungri konu þegar hann byrjaði með henni þegar hann var 13 ára eða eitthvað líka þannig að bassarleikarinn í Rolling Stones þannig að sko þetta svona einhver endurómur af viðhorfum sem að voru miklu frekar umborin fyrir 30, 40 og 50 árum síðan og það ekkert verið að draga það aftur svona upp á yfirborðið. Þetta sé nú aðeins ólíkt og þetta er ekki alveg eins og þetta svona þetta voru ekki börn og svo framvegis sko og en ég held að sko eins og Guðmundur kom inn á sko þetta er svo sterkur og djúpur þráður í makarhefingunni þessi trú á hina siðspilltu elítu, fyrtu elítu sem að leyfi sér hvað sem svo fáum við reynda fréttu frá Ítalíu núna í síðustu viku það að ríkt fólk farið inn til Sarajevo og verið að taka fólk af lífi með einhverjum riffilskotum í stríðinu í Júgóslavíu og borga meira ef það skutt börn. Já, var það þannig? Já, þetta er bara fyrringin svo sturluð sko og að það halva verið nóg sko þannig að en þú veist og allt sem mann fítar þetta ef maður slettir inn í þessa kenningar Maka og QAnon og svo framvegis sko þannig að þetta verður ég held að þetta verður mjög erfitt alveg rétt sko en svo bara en hvað ætlar hann að byrja stríðið í Venezuela hvað ætlar hann að gera þú veist drags Kólumbíu inn í það þannig að þú veist þetta maður veit ekki hvað gerir sko en hann ætlar sér að draga athyglinni eitthvað öðru. Já, algjörlega og það er svona, ég held að sko, hans kjósendahópur og hans stuðningsfólk í Bandaríkjunum séu, þetta er ekki einsleitur hópur. Þetta er, sko, fyrir stóran hlut af þessum hóp, þá mun þetta ekki skipta neinu máli að þá, Megyn Kelly er ekki að segja neitt sem er ekki, sem fjöldin allur af fólki hugsar. Að þessi greinamunur þarna á milli að 15 ára stúlka sé, þú veist, ekki að sama á 10 ára barn og allt að þetta mun ekki skipta neinu máli. Við höfum heyrt eins og þú nefndir áður svo rosalega margar frásagnir af honum í samskipti við konur í gegnum tíðina sem hefur engu máli skipt. Og allt það, en sko, en
En það ekki, en svo þetta allur stóri hópurinn og það sem saminir hann efnahagsmálin og það mun skipta máli og þá kemur í ljós hvernig það mun þróast í Bandaríkjunum og sérstaklega sko ég held líka að fyrir marga sem eru ekki þarna í þessu einhvers konar költ eða sem eru eins og sértrúarsafnaðar lið sem að skiptir engu máli hvað hann gerir eða segir, sem hefur bara til dæmis haft áhyggjur af og mörgum ólöglegum innflytjendum eða að svona einhvers konar miðstjætt hvítra manna sem har verið eitthvað að upplega félagslegt og efnahagslegt svona óöryggi að þau séu að missa einhver tök í samfélaginu og sem hefur bara líka stórvel við hvernig Trump talar og vita alveg að hann sé spiltur og vita alveg að hann sé fáralegur og jável siðblindur, það bara skiptir engu máli. Að þá mun það líka sko þegar hvernig munu þessi mál með innflytjendur þróast í Bandaríkjunum af því að sko mikið af þessu sem að Trump að gera sýndamennska, bara snýst algjörlega bara einhverja sýndamennsku eitthvað leikrið sem sett upp fyrir áhörandan af því að það ekkert verið að ég meina það var fjöldamörgum ólöglegum innflytjendum vísa á landi í tíð Obama og Biden og ég held að sé ekkert endilega eitthvað fleiri núna en það hvernig það verið að gera þetta og ég held að sko þegar að venjulegt fólk í Bandaríkjunum sem hefur kosið Trump fyrir að sjá að þetta ekki, þrátt fyrir að það sé ekki gott fyrir Bandaríkjana að hafa stóran hóp ólöglegum innflytjendum og einhverja svona rasískar hugmyndir að þá sé þetta ekki eðlilegt að það sé... Með hvað hætti hann tekur fólk og hendur í landi? Já, og það sé ekki, sé óeinkennisklæddir og grímuklæddir menn sem að taka fjölskyldufólk, handtaka fjölskyldufólk á götunni og sé að ráðast inn í hús hjá fólki og án leitarheimildar, að sé ekki lög og regla, það gildi ekki einhvers konar lögin fólkið og ég held að það sko gæti líka skipt máli hvernig það þróast og þegar fólk fer að upplifa að þetta ekki þeirra Bandaríki sem þau þekkja og tengja við að þetta sé ekki eðlilegur hluti af samfélaginu. Já, þetta er ekki stórglæpamennir sem eru teknir, þetta bara garðyrkjumaður og pítsasendir. Já, sko, ég held að það og var alltaf inni í kjöri Trumps voru innri mótsetningar sko, að hann ætlaði að bjarga efnaðinum, hann hækkar tolla, byrjar að reka út ólöglega eða óskráða innflytjendur, hvernig sem hann orðar það. Hvort ekki veldur truflun í efnahagslífinu, það hækkar verð og svo framvegis. Hann lýsir því yfir þetta varum bara allt sem að glæpa menn. Þeir eru þetta, ég meina þeir rólulegir og þá hafa þeir fram í glæp en fólk sér þetta ekki alveg svona. Þetta voru þessir það var ekki þessi amma í næsta húsi búin að búa þarna kannski 30-40 ár og alltaf verið til fyrirmyndar en var bara ekki með alla pappir í lagi sko. Allt var að henda henn út úr landi, það einhvern veginn ekki alveg í lagi. Svo segir Trump bara ég var kjörinn og það alveg rétt, hann var kjörinn og menni svo Stephen Miller bara hefur það, ég meina ef þú vart ólun þá bara ferðu en það er svo augljóst að svona aðgerði verða alltaf mjög messi svo að við verða það er búið að handtaka meir en 100 bandaríska ríkisborgara. Já, það var handtekinn tvisvar í sjálf á sama daginn hann leit hann út og þetta kom fram í kosningunum og það önnur af þessum innri mótsendingum í þessu öllu saman það að einum ástæðan fyrir því að Trump var kjörinn síðast var það hvað hann gekk vel hjá fólki frá Rómönsku Ameríku, frá innflytjendum sem eiga rætur í Rómönsku Ameríku. Nú kvilgi republikana þar. Já, en núna það kom alveg, þar var mesta breytingin í kosningunum núna því að þetta snerti þá ekki bara það að vera hend út ættingi, vera vinum og kunningum, heldur líka þeir sjálfur þóru ekki að fara út á götu vegna þess að þeir líti út ákveðin hátt og nú Hæstiréttur búin að segja að þú mátt handtaka án þess að hafa nokkur ástæð til þess ef þið bara lýst þannig á mannin hann sé
sé hérna líklegu til að vera ólöglegur innflýnandi sem að ef þú ert svona svolítið dekkri á lit og svona lítur út fyrir að koma frá Ameríku þá meiri líkur á því heldur en ef þú ert snjakka hvítur, það er nú bara þannig og það er bara leyfilegt að hirða þú på göttin og það er pirrandi. Ég lenti einhvern tíð í því að vera stoppaður þegar ég var að keyra, ég leiði mér að fara í áfengisverslun á laugardagsmorgni af því við höfum matabóðum kvöldið og ég stoppaður þar og af lögreglunni og látum blása í, mér fannst þetta bara mjög óþægilegt sko. Þetta er mjög, sem sagt, mönnum finnst óþægilegt ef þau bara með fyrirfram ákveða að þú hljótir að hafi fram með einhvern glæp ef þú hefur ekki gert að þér sko. Þannig að þetta er það sem að mikið kjósendum Trumps er að reyna núna og það veldur því að það renna á tværgrímur. Það er kannski kusur ekki rétt. Er þið vissu þetta vegna þess að maður sé kannanir til dæmis í Kaliforníu þar sem hann hefur verið að beita þessum aðferðum. Hann gerir það á svæðum sko demokrata. Eins og þú ert að benda á, þetta er bara leikrit, þetta er bara fyrir þá sem er annar staðar og það er fólk sem er annar staðar að það lítur svo á að ólöglegri innflytjendur sé að grafa undan samfélaginu og hafi raunverulega ekkert sama rétt og við og finnst það bara fráleitt hugmynd að þurfa að draga það fólk fyrir dómstóla sem við erum að fjármagna og ég meina þú fylgir ekki rétt út hérna þegar þú komst inn í landið og þá áttu bara að fara. Sko það var bara í New York Times í morgun held ég að það var verið að kynna nýja skoðanakönnun bara á meðal innflytjenda og að því að innflytjendur í Bandaríkjunum hafa almennt sko viljað svona harða landamæragæslu við Mexíkó þar að segja og hérna og að sé tekið hart á ólöglegum innflytjendum alveg svo innflytjendur á Íslandi vilja að hérna innflytjendur í Íslandi er ekki alltaf þeir sem að styðja helst hælisleitendur, það er ekki þannig. Akkurat, það var það sem ég er að meina að svona búnir sjálfur að fara í gegnum þennan prósess að fá landvistarleyfi og hérna að samla samfélaginu, þá vilja þeirra sömu reglur gildi fyrir aðra og það hefur verið þannig stuðningur við svona hérna harða innflytjenda stefnu í raun að vera meðal innflytjenda í Bandaríkjunum og eins og bendir á og þá hefur Trump líka alveg notið stuðnings innflytjenda en nú er að koma í ljós að bara að sá stuðningur hann er að dvína sérstaklega að fólk innflytjendur í Bandaríkjunum telja þetta ekki vera skynsamlega leið og hérna sérstaklega þessar aðgerðir. Þeir eru líka ekki bara að taka ólöglega innflytjendur, þeir eru að taka fólk sem er í ferlinu að sækja löglega vist og vel er mætt til hins opinbera, mætt í dómhús og mætt til hérna á skrifstofur innflytjendastofnana og þar eru þeir bara pekkaður upp eins og eins og ég veit ekki hvað sko. Þannig að og fara í mjög furðulega meðferð og gætu endað í sko fangilsi í El Salvador. Já, og þetta er ekki sko, ég meina ég var að lesa mann sem að sko hann kom inn sko til Bandaríkjanna 4 ára gamall, gekk í bandaríska herinn, fekk Purple Heart orðuna fyrir framgöngu sína í Írak. Hann er núna í fangelsi í Mexíkó. Eða hann er núna í Mexíkó, segi ég. Mér minnir að hann sé hann er ekki frá Mexíkó sko, mér minnir að sko fjölskyldans kemur frá Kúbu en þeir get ekki sendt hann til Kúbu. Þannig að sko þetta er mann sem er hermaður en eftir að hann var útskrifaður úr hernum að þá framdi hann glæp og fór í fangelsi og afplánaði. Þeir tóku hann hetju úr stríði og fyrir Bandaríkin og senda hann úr landi og þetta það er alls konar svona litlar sögur sem er út allt og þeir hafa verið að ganga mjög hart fram í Norður-Karolínu sem er ekki bara eitthvað Kaliforníuríki, það er eitt af þessum svona swing states þannig að sem að skipta máli í kosningum og verða mjög hatrama kosningar núna næsta því að það er kosið öldungadeildarþingmann þar núna næsta eftir ár sko. En hugmyndin í bandarískum stjórnmálum og sem er reyndar víða að innflytjendur sé að grafa undan samfélaginu, svo hugmynd er ekki að fara í Bandaríkjunum. Nei, hún var fyrir 100 árum líka sko, ég menna þeir settu sérstök lög það að kynverjar mætti ekki eiga. Þessu er ekki svo mikil að við séum að sjá einhverja stefnubreitingu kannski aðeins öðruvísi framkvæmt. Já, ég held að sem að
að gerast núna og veldur þessum erfiðleikum eru þessar aðgerð sem við erum að tala sem eru leikrit og þeir vilja hlutverk þessara aðgerð í og með til þess að fæla aðra frá að reyna að koma og í þeirri von líka að þetta hafi ekki áhrif eins og þú segir Smári út fyrir þá þessar borgir þar sem Trump hefur ekki mikið stuðning hvort þið en það sem að gerast núna og það sem að vandi Trumps núna sá að það eru margir þættir í einu sem eru svona að fæla frá ýmsa þessum svona hópunum á jöðrunum sem að kusu Trump en með kannski með heldur ekki frá því og þeir eru það þessi atriði hafa áhrif á þá. Það verður alltaf erfiðara að verja hann í fermingavislunni. Já, og síðan sem sagt Epstein að það hefur áhrif á kjarnafylgið sko, ekki þannig að þeir fara að kjósa demokrata en þeir kannski kjósa ekki Trump. En endanum verða auðvitað efnahagslíf sem að hefur stóra málið verður það og þar eins og ég segi standa málin ekki vel og virðast ekki standa vel og ef hann fari nú að ráða sinni Venezuela þá var alveg augljóst að maka þeir eru óðir af því að þeir eru algjörlega móti því að Bandaríkin muni skipta sér af því sem er að gerast fyrir utan Bandaríkin og það mun alveg örugglega leiða til enda held ég að geri það ekki, ég held að þeir er nú ekki svo vitlaus að hann sjái að það sem þeir eru að reyna að gera að reyna að þrýsta Maduro til þess að fara frá án þess að þeir þurfi að það getur vel verið kastið sprengjum á herflugvelli, það er alveg hugsanlegt en ég held að fara nú ekki inn í innrás vegna þess einfallega að það mun ekki leiða en í þessu sammingi þurfum við að segja sko, þú veist að það er eitthvað svona hópar að detta af við meðum ekki gleyma því að hann vann bara með 1,5% þetta var ekki einhver svona landslætt sigur, stórsigur þar sem að sko og svo hann haldið í fram já þá einmitt og sumir aðrir meira segja en þá var þetta bara þannig að hann vann með 1,5% þannig að líklega bara af því að mótframbjóðið var kona, það er nógu mikið. Já, en... Það sé bara þannig, sko. Og líka ekkert sérstaklega góðu frambjóðandi, sko. Bara, það er líka... Ég held að séu nógu margir sem bara sætta sig ekki við meðal Bandaríkjamanna. Alltaf stæðsti hluti myndu kjósa republikana hvort sem er. En ég þessi samt eins og þið nefndu þarna latínó og fleiri, að ég held að það að mótframbjóðið var kona skipti líka máli í að hann hafi náð auknum árangri með svona íhaldsamari hluta þeirra sem að stundum kjósa demokrata. Auðvitað fyrir svartan kalla vera kosin heldur hvítan kona. Ég hef alltaf sagt að fyrsti kvenforseti Bandaríkjanna verður republikani. Já, ég gæti trúa því. En þetta kannski líka hefur þetta áhrif á J.D. Vance, hvort að því að Trump verður ekki aftur forseti. Nei. En sko að því að hvers konar frambjóðandi kemur næst fram fyrir republikanaflokkin, það kannski er svona spurningin, munum við sjá J.D. Vance, er hans tími bara, er hann að eyðileggja sína framtíð með að hafa hengt sig á Trump? Ég veit það ekki, ég er að segja svona að því að hann er með yfirgnefandi forskot í svona fake prókjörum það sem er að mæla. Hann er líka góðan stuðning frá maka. Já. Já, en þá. Nei, ég segi svo. Þú veist, sá sem er fremstur í röðinu núna er nánast öruggur að vera það ekki eftir 3 ár, sko. Já. 100% að breytist. Og það er það sem að Gavin Newsom er að með þetta, sko, hans vandi vegna þess að hann er núna fremstur í röðinu ríkisstjóri í Kaliforníu, er sko, sem er sko mikið svona Clintonest sjarmatröll að hans vandi er að hann er að toppa á snemma að öllum líkindum og hann gæti toppað og dottið niður og toppað sér aftur það er planni hjá hann sko. En varandi makarhefinguna þá er hún, þú nefndir það að svona almennt, hún er náttúrulega ekki það er engin stefnuyfirlýsing það er ekki svona klár forystumaður heldur. Ja, það er Trump hefur verið hann hefur leiddur til forystu af makarhefingunni, frekar heldur að hann spretti innan úr henni en það eru margir sem að gera tilkall til þess að tala fyrir munn makarhefingunar Steve Bannon gera það stundum, Tucker Carlson virðist til að hafa svona tekið sér svona stöðum að vera svona fríspilari og geta þá frjálst talað út frá svona samvisku maka og er eiginlega með það sterkar stöðu í bandarísku samfélagi að Trump getur eiginlega ekki þaggað niður í honum. Og það mennir að segja það mitt að þetta viðtal Carlsons við Fuentes hafi raunverulega sýnt það raunverulega hvað
hvað þeir eru búin að missa tökin á narratífinu, sko, að því Fuentes ég meina, hann er antisemitisti og hann er ég meina, þetta er bara fasisti, sko. Hann er bara nasisti, sko. Hann hælir ekki bara Hitler, þetta er líka Stalin, sko. Þannig að þetta verður, menn með svona skoðanir ná ekki að vera fórsta Bandaríkjanna. Það er mikið að gerast til þess að Trump er á sömleiti náðu að fleita sér áfram að því að hafa í rjálu sér, menn viti alveg ekki alveg hvað að hafa hann, sko. Hann segir eitt í dag og svo annað á morgun, það er ekkit, þú veist, hann hefur verið rasisti frá barnsaldri, en samt er hann ekkit mikið að flagga því, sko, þannig að Hlustuðu á viðtal Tucker Carlson við Fuentes? Ég bara heyrt brot úr því. Mér fannst það mjög áhugavert, þarna fannst mér vera komin svona götu nasisti að tala við svona stofuhæfan rasista. Já. Og gera þannig að, eins og minn voru að segja, sko, ég hef heyrt viðtöl við til dæmis konu sem var ritstjóri í Vogue og New Yorker, ég man ekki hvað hann heitir, og Tucker Carlson var blaðamaður hjá henni, svo hann hafði verið frábær blaðamaður, mjög vel skrifandi, hann kemur úr efri stétt. Hann er elita. Og var alltaf með slaufu, mun ekki því fyrst þegar maður sá hann. Hann var að leggja henni og komin í köflótarskiptur. Og er mjög góður við talandi þegar að taka við töl þegar hann vill að við hafa. En í þessu viðtali að þá fór hann svoleiðis silkihölskum Fuentes að eins og menn voru að segja, sko, ég meina það voru augljós svona, eins og þegar Fuentes lýst yfir aðdáun sín og Stalin, það svona opna nú eins og möguleika fyrir fyrirspyrjanda að svona aðeins að potta, en hann gerir það. Já, en Carlson fór líka til, sko, Moskvu og mærði Putin, sko, og talaði búðurnar í Moskvu og það framvegis, sko, það var nú fíla, sko. Við Ted Cruz afhjúpaði raunverulega þessa stöðu þeirra sem er að þiggja peninga frá Ísrael og sitja inn í þinginu og lýsaði yfir að þeir alltaf að kjósa með Ísrael. Það fór alveg hræðilega með Cruz. Svolítið pakkaðan. En þetta viðtal vakti mikla svona bylgju inn í makarhefingunni. En mér sýnir, sko, ekki bara inn í makarhefingunni, heldur líka bara inn í svona hefðbundnu íhaldsreifingunni í Heritage Foundation. Það logaði allt þar. Já, vegna þess að þar var forstuðumaðurinn eiginlega segir að Tucker Carlson hafi haft leyfi til að gera þetta. Og það eru menn að segja okkur. Við erum ekki að hjóli þá. En mér finnst þetta að vera aðeinsverð, þannig að eftir með svona svolítið kjarnan í makarhefingunni sem er náttúrulega hvít yfirburðahyggja. Það er aflið í henni, það er drifkrafturinn sem knýr þetta áfram. Að mér finnst það eins og það sé bara að koma svona meira og meira á yfirborðið, og ef að Trump stendur illa gagnvart þessum hópi út af Epstein-skjölunum, að þá verður hann náttúrulega bjóða þessu fólki eitthvað. Ef hann hafa frið, þá var eiginlega með heldur maður fyrir sér að byrja hvað í verðinum getur það verið. En þú sjáum það að hann saði ekki múkk yfir þessu viðtali, hann bara saði og bjóð Fuentes í matrendar í Mar-a-Lago, en sagðist bara ekkert vitað um hann. Nei. Hann hitt hann hann kom með hann í mat til Trump. En eins og ég segi, sko, þetta er, sko, makarhefingin, þetta er svolítið svona ólíkinda tól, þetta fyrirbæri, sko, að það eru, eins og segir, það eru þannig inn í svona fólk sem er ekki úsumhæst og það er til dæmis þessi antisemitismi sem að ef hann er nokkuð stað til í bandarísku samfélagi, þá er það þar. Ég meina, þar eru þessir raunverulega sem að er að móti gyðingum, ekki bara móti því smísalegir, heldur bara móti gyðingum, og gyðingar eru að grafa undan okkar samfélagi. Þeir eru þar og þessu svona einhvern veginn hefur verið hægt að pakka niður og svona þagga niður í. En nú er bara svona aðeins svona farið að opnast fyrir þetta og þá. Ég meina, en sko, sama skapi, sko, er óbúðslega sterkur þráður í kjarna Repúblikanflokksins að standa með Ísrael. Já, absolutt. Jafnvel, sko, sterkari heldur en, sko, þetta er svo áhugavert, sko, hvernig þessi tveir flokkar, sko, svona skiptast, sko, vegna þess að það er líka svo sterkt í demokrataflokknum að standa með Ísrael, en svo ertu komin með svona yngra fólk inn og eins og Ilhan Omar og AOC og svo framvegis sem að, sko, svona íta á móti þessari svona þessum réttrúnaði hjá demokratum hvað varðar Ísrael.
Þannig að En andstæðan gegn skilist þessum stuðningi Bandaríkjanna við Ísrael sterkust innan úr MAGA. Já, það er rétt. Þó svo að svona róttækir hluti demokrataflokksins það er miklu hvað segir maður, svona skýrari narratífa innan úr MAGA. Já, það er rétt. Og þetta en sko, það kemur úr bara sko, eins og Guðmundur segja, sko, það kemur bara úr antisemitisma, sko. Og það var svona gamaldags sko, kynþáttahyggju og kynþáttahatri. Sem að sko, þú veist, Ku Klux Klan var alveg mikið á móti gyðingum og sortum. Þannig að kaþólikum og kaþólikum líka sko, þannig að en það sem var áhugavert líka varðandi sko svona þessa talsmenn MAGA staða Marjorie Taylor Greene núna og bara vegna þess að hún að ýta á móti Trump. Ef einhverju hefur verið talsmaður svona á þingi MAGA-hreyfingarinnar þá er það verið hún. Það er hún sem sprettur upp úr MAGA-hreyfingunni en er ekki svona tekin inn í hana eins og Trump var. Er hún næsti forsetaframbjóðandi? Það gengur henni til? Já, ég meina hún sko hluti af skýring Trump og sumra annara sem í kringum hann var að hún vildi bjóða sig fram til öldungadeildar í Georgíu. Trump sagði nei og hann ætlaði ekki að styðja hana og þá varð hún reið og og er að hefna sinna á honum. Já. Og Trump reyndi að drepa í henni en hefur ekki tekið það. Og hún er svolítið líka svolítið Trump-týpa sko, því að hún er með kjaftin fyrir neðan nefið og fáir hafa svona gegnum tíðina svona kveikt eins í demókratum eins og hún er alveg snillingur eins og Trump í að fá andstæðingar sína til þess að bara missa stjórn á skapi sínu sko. Margrét, þetta með hvernig þeir töluðu Fuentes og Carlson sem við veist vera merkilegt. Af því að, ég meina, Reagan og jafnvel Nixon og fleiri hafa verið með svona eitthvað hundaflaut til svona hvítræði yfirburðarhyggju. En þú mátt aldrei orða þetta. En við höfum verið hingað til. En núna finnst mér eins og að sé bara öll lok farin af og að gjósa upp og þá er náttúrulega erfiðara fyrir þann sem ætlar að svona ýja að þessum hópi að ég mun sjá ykkar mál á þess að gera það svona beint og svona að ef að þessi hópur er komið með rödd sjálfur og eitthvað fleira þá hafa þeir ekki við þennan að gera sem það er með hundablístrið. Því að þeir eru bara og ég er að vera eitthvað að velta fyrir mig hvort að þessi átök sem er inn í Bandaríkjunum hvort það sé ekki bara hætta á því að það bara sjóði upp úr öllu pottum sko. Já, það er alveg hætt við því og þú sagðir áðan hvað er Trump að fara að gera fyrir þennan hóp? Hvað getur hann gert? Ég veit það ekki. En sko, ég vil bara segja það er bara innflytjendur við beint útsetningu það er ekki nóg. Hvað gera þá? Einmitt. Ég vil segja það, ég er rosa fegin að Friðjón og Guðmundur með mér í þessu viðtali. Ég heyri hvað þeir eru fróðir og er að fylgjast vel með sem ég hef ekki verið að gera undanfarið. En þetta er alveg rétt. Það er bara það eru allt aðri tímar. Þú bara, nú er allt upp á borðinu og þú bara, rasisminn algjörlega þarf ekki að fara í neitt féluleik og það á ekki bara við Bandaríkin, það bara á við víðar hér á Íslandi og þannig að hversu langt þurfa menn, hversu langt þurfa menn að ganga áður en það er gengið of langt þannig að við getum komið tilbaka eins og sagan sýnir okkur ef við skoðum frekar að við séum komin of langt en þess ekki hægt að vera tilbaka. Já, við höfum oft farið lengra svona sögulega séð í rasisma. Ekki sem að við munum. Nei, ekki við. Nei, ég segi bara ef við skoðum söguna að veist, ég veit það ekki hvort að þurfi einhvers konar borgarastríð eða eitthvað svakalegt að gerast þess að svona maður myndi halda það að þarna ég held að hópurinn sé nú ekki lítill þessi hvíta kynþátta haturshópur við segjum það bara í Bandaríkjunum en sko ég held samt að hópurinn svona sem hefur áhyggjur af innflytjendum, sem hefur áhyggjur af því að öfugum rasisma, að þessu fórnarlamba hlutverki svartra og allt svona sem svona hefur verið að koma upp á síðustu árum, sem samt svona ennþá í ykkur almennri skynsemi.
en telur þennan vókisma og demokrataflokkin hafa gengið of langt og breytingarnar séu of hraðar og það sé alltaf breytast og vill svona bakka og íhaldssemi að það sé ekki að fara að kvitt upp á þetta að taka þátt í þessu. Að ég held ekki, ég vona ekki. En þá bara hvað þarf að gerast áður, sko. Ég sjá það núna, nú sem sagt í baráttunni gegn háskólum í Bandaríkjunum þá beita lögum kynþáttamisrétti til þess að berja niður allar tilhneigingu til þess að svona auðvelda fólki að minnihlutahópum að fara inn í háskóla, að ræða það að það gæti verið einhver svona dulin kynþáttahyggja í Bandaríkjunum og þar beita þeir lögum sem voru sett til þess að koma í veg fyrir kynþáttahyggju. Að þetta tilfinningi sem meðal marga hvítra og þessar sem eru í þessum hópum það að núna hefur þetta snúist við erum fórnarlömbin. Það er þessir svörtu, ég meina þeir fá allt upp í hendunar, þeir bara flugmenn, sko, konur fannar að fljúa, ég meina þetta er alveg hræðilegt, þetta er meðan við kallanir og ég meina var ekki Hexet sem hætti í skóla því að það var einhver af þessum gaurum sem hætti sem hann vildi fara í West Point og komst ekki inn að því að það var kona sem komst inn eða svörti mann ekki hvað og þetta er sem sagt að þvælast í heilanum á honum ennþá, sko, að þarna hafi hann verið fórnarlamb vegna þessarar svona stefnu að reyna að vinda á hana þessari kynþáttamismunum. Sko, þú veist, þetta er samt sem aður, sko, ekki meirihluti Bandaríkjamanna sem að kaus Trump, hann fekk 49%. Þetta er og það kvarnast úr hópnum, auðvitað eru rasistar í Bandaríkjunum, bara eins og víðast hvar eru rasistar með einum hætti og það einskorast ekki bara við okkur hvítt fólk, sko. Þannig að það er algjörlega þannig. Þessi hópur ég held að hann sé ekki nógu stór til þess að hann verði ekki hægt að snúa við. Ég held að megin þorri Bandaríkjamanna sé bara almennilegt fólk sem að margir kusu Trump út af einhverjum efnahagsmálum og reiður út í Biden fyrir sko þetta augljósa rugl sem að varð að hann væri í standi til þess að fara í framboð og síðan Kamilu Harris kippt inn án þess að vera vettuð í raun og veru og reyndi síðan ekkert sérstaklega góður frambjóðandi og allir þessir ólíku þættir sem að týna saman í það svona þennan þetta fullkomnu kringumstæður fyrir Trump. Já. Ég held Trump hefði aldrei unnið demókratan ef að Biden hefði staðið við sín orð frá því fyrir kosningarna 2020 það að hann væri að hann væri svona transitional forseti, ef hann hefði staðið við það, ef hann hefði hleypt ferlinn á stað innan demokrataflokksins það að það yrði valinn nýr frambjóðandi og þau hefði haft það fyrir fram að sig að þau var að fara móti Trump að dómsmálin væru ekki nóg til þess að fella Trump því að það var það virtist vera þannig að þessi dómsmál ættu að væru mörg hver voru í pólitískum tilgangi og þau ættu einhvern veginn að stoppa hann og við sáum það líka í könnunum að alltaf fjórðungur þeirra sem lýsti við stuðningu í republikana sögðu að myndu endurskoða stuðning sinn ef að Trump er dæmdur. Svo var hann dæmdur en ekkert gerðist, skilju. Þannig að mér fannst demokratar gerðu eiginlega öll mistökin sem þeir gátu gert og samt Trump bara með naumyndum. Þannig að ég er ekki svona sortsít þetta var langur langt rant það. Ég er ekki svona sortsít. Þú heyrir mun á orðræðinni. Já. Og þau eru að vísa til svona venjulegs hvíts fólks sem er svona með svona anti-vók stefnu og anti-vókið er náttúrulega bara upprunnað í hvítri yfirbræðhyggju sem er bara ósætti við það að konur hafi fengið framgang, að svartir hafi fengið framgang að samkynniðir hafi eitthvað framgang og annað slíkt. Þetta er allt bara á þeirra línu. Já. Og það er bara fólk sem er ósátt við það við töldum að samfélag vera að þróast til aukins jöfnuðar og jafns réttar en við erum bara ekki sátt við það við hvíta fólki hérna. Nei, ég meina svo eru alls konar svona dæmi inn í þessu eins og við sáum það líka sko að kjósendur af arabískum uppruna
sem sagt í Michigan sem að sko fjall með Trump í þetta skiptið, þeir sátu heima út af ákvörðunum Biden í Gaza og tryggðu þann með að Trump vann þetta ríki. Þú veist, það er alls konar svona þættir inn í þessu sem að liggja þarna sko. En ég held að sem er undirliggjandi og verður svona sjálfur sér kannski áhvert að sjá sko. Ég held að við séum að sjá svona hrun Trumpisman svona smamsaman og það er bara það að Trump mun vonandi ekki að reyna að bjóða sig fram aftur. Þannig að Trump, enda ég minna hann er nú ekki neitt sérstaklega hressilegur að sjá. Hann er ekki góður til heilsunar. Nei, ég held að þó að myndi vilja bjóða sig fram að þá verður hann bara komin lengra en Biden þegar þar að kemur. Þannig að það held ég sé ekki stór möguleiki. Og þá er það hvernig þróast þá repúblikaflokkurinn, það er eitt málið. Hverjir ná yfirflokknum og ég held að það verði mjög mikil barátta. Hins vegar er það demokrataflokkurinn. Ég held að hann sé ekki til sérstaklega góð málum heldur. Af því að þeir eru einhvern veginn erfitt með að finna línuna, að finna taktinn og það er sem að þeir helst ná taktinn vera að vera móti Trump og þegar Trump er farin þá er það búið, þá er það svona. Ég var að viðurkenna sko til dæmis að Gavin Newsom heilla mig ekki sko, mér finnst það nú svona daldi himpikimpi sko, en ég veit að þekkja hann ekki mikið. Þetta getur verið hættur, þú þekkið á Íslandi að það voru stjórnmálaflokkar sem voru andstæðan við Davíð Oddsson lengi og svo þegar Davíð Oddsson fór að þá var eiginlega tilgangur búinn. Það var púff, ekkert eftir. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá sko hvernig það þróast, en ég held að þessar kosningar núna hafi gefið þeim ákveðin tón sem að þeir geta alveg leikið í einu kosningu. Já, mér verður það nefnilega skrítið að kom þessar kosningar þar sem þeir eiginlega vinna á öllum vígstöðum með alls konar frambjóðundum og kemur í ljós eiginlega að almenningum að það að lokun alríkisins væri repúblikurum að kenna. Svo kortir í seinna þá fara átta demokratar og semja sig frá þessu máli. Já. Og gefa eiginlega, þá hugsa ég býtu kannski að demokrataflokkur hann bara virkar ekki. Já, sko, það sem ég held að sé frekar sem að ég held að gætu náð flugi í næstu kosningum, mjög skosti núna í mið kjörtímabilskosningunum á næsta ári, á þessu sem sagt að fjallum kjörfólks. Það er að samina allan flokkin það af því að þeir eru í stjórnarandstöðu svo vandi sá þeir eru komast í stjórna þá kannski það eru aðeins erfiðara því að þeir kjörin kannski batna nú ekki neitt og við komum sér alls ekki saman hvernig að bæta þau en ég held að þeir næstu tvennar kosningar ættu ekki að vera neitt stort vandamál fyrir þá ef klúðraði ekki sem að þeim munum verið ansi býsna lungi við tíðina, þannig að það getur vel verið klúðri öllu skömman en það var alveg hægt að samina eins og segi Mandami og sem að til vinstri flokknum og þá sem til hægri þetta, bara tölum að fólk hafi það skýtt og verðlega voru hátt og húsnað og dýrt og heilbrigðiskerfið að hrynja, tölum ekkert neitt annað. Munur á Mandani og kannski venjulegum demokrata það að hann leggur til lausnir. Já. En það er alveg ljóst að hinnir eru bara að segja að Trump er eiginlega Trump er eiginlega þetta. Ég held að demokrata komið sér aldrei saman í lausnunar. Það er sjálf útilokka. Að því að þú keirir ekki Mandami-lausnum í Texas. Það er alveg ljóst. Það mun ekki skora hátt þar. Þannig að það er eiginlega lukka þeirra sem eru í stjórnarandstöðu. Þeir þurfa ekkert endilega, þeir geta sagt eitthvað, ég meina Trump ætlaði að keyra niður, hann ætlaði að semja frið í Úkraínu og guð eitthvað, ekki það stóðst, en hann fólk kaus hann samt, sko. Þannig að það er að nota svona í kosningum en ég held svona til framtíðar að þá sé svona, og ég held bara að þetta tveggjaflokka kerfi sé að komið einhverjum niðurlótum í Bandaríkjunum, af því að repúblikaflokknum, það er ekki allir repúblikanar fasistar, það er ekki replikanar rasistar og það eru fullt af replikunum sem vita bara ekkert hvað er að gera, þeir get ekki hugsað sér kjósa demokrata en þeir get ekki hugsað sér kjósa replikaflokkun eins og hún og meira sér sem að hafa kosið demokrata, menn eins og David French píslahöfundur í New York Times sem er David Brooks, þetta eru bara skynsamir menn sem eru replikanar inn í hjarta en bara hugnast ekki þessi þróun en þannig að ég held að báðir flokkarnir komið til með að kljást við þetta að það er komið svo mikið svona, það vantar eitthvað til þess að samina að því að þeir eru svo miklar amöbur þessir flokkar að sko þeir bræðast bara einhvern veginn við
maður hugsaði sko, ég man eftir því að ég hugsaði sko, heyrðu, þegar við vorum svona búið okkur undir að flytja til Bandaríkjanna fyrir 20 árum síðan og þá var maður að horfa á sko eftir að Bush vann seinna kjörtímabilið sitt að demókratar voru bara algjörlega í henglum og það var bara ekkert sem gat bjargað þeim og þetta væri bara komin einhver varanlegur meirihluti hjá repúblikunum bara jafnvel í áratug. Svo kemur bara Obama fram og síðan lendir Bush í öllum því sínum vandræðum í sínu seinna kjörtímabili þar sem að dómsmálaráðherra þurfti að segja af sér og svo framvegis og Svo kom eitt smá hrun líka. Já, og svo kom þetta hrunið og þetta var allt saman sko en sko hrunið kemur sko bara rétt fyrir kosningar þannig að og ég ekkert viss sko þó að hrunið hefði ekki komið að sko Obama var alltaf að fara að vinna þær kosningar svo hugsaði maður sko já nú repúblikanar alveg í henglum þeir eru alveg ónýttir og demókratar muni við erum með meiri hluta í meira en áratug í öllum deildum og svo framvegis og þá bara aðlaga menn sig og alltaf til þess að ná þessu 1,5% sem að Trump var núna síðast til þess að sko bara rétt að komast yfir línuna. Það þarf ekki að gera meiri breytingar en svo að koma þær yfir línuna. Þannig að ég ekkert vissum að sko þetta flokkakerfi það kemur ekki með lausnir fyrir almenning. Nei. Það verður bara að rísa ykkur upp og allir segja, heyrðu við verðum ekki að veðja á þennan og Guð má vita hvað hann stendur fyrir. Þannig þetta náttúrulega ónýtt system af stóru leyti. Já, en ég vil líka bara taka undir það sem Friðjón sagði áðan að því að maður gæti einhvern veginn sitið hér á Íslandi og fylgst bara með helstu fjölmiðlum og haldið að ameríska þjóðin væri öll alveg sturluð sko, sem ekki endilega rétt sko, ekki einu sinni fólki sem kaus hann allt hannig og það sko eins og bara við skoðum, ef við erum að hugsa þessa hvítu kynþáttahyggju og allar rasisma bara yfir höfuð að þá sko við getum ekki alveg sett okkur í spor og einhvern veginn alltaf að dæma því að sko bandarískt samfélag bara svo rosalega ólíkt flestum Evrópulöndum. Bara er risaþjóð sem byggð upp af innflytjendum og þannig meiri fjölbreytileiki en eiginlega á flestum stöðum í heiminum. Þannig ertu bara með alls konar fólk sem hefur getað lifað saman og það kannski í sjálfu sér þegar maður hugsar það svolítið merkilegt hversu mikil samheldni hefur verið hjá amerísku þjóðinni af því að það hefur sko þeirra sjálfsmynd allt önnur sko og tengist líka nákvæmlega þessu að þetta sé innflytjenda þjóð og þú getur komið til Bandaríkjanna og þá og farið eftir öllum þeim réttu leiðum sem þú átt að gera. Og ef þú ert bara nógu duglegur og ef þú ferð eftir öllum leikreglunum og þú gerir þitt besta og allt þetta hver sinn gæfu smiður og það, að þá getur þér vegna vel í Bandaríkjunum. Þetta svona þeirra sjálfsmynd, sko. Já, en þetta náttúrulega fallin, ég held að þetta á hápunkti svona 1973, síðan þetta hröfna niður. En ég held samt að þetta sé ennþá hluti af svona menningunni. Að þetta sé ennþá, að því að bara sko, ég hef búið í Bandaríkjunum en ég tel mig samt ekki, sko, ég hef náttúrulega bara verið innflytjandi í Bandaríkjunum og fylgjast með svona, og sem ég held að sé ekki á nokkurn hátt eins og að vera bara alast upp í Bandaríkjunum, þannig ég að segja ég bara utanakomandi svona, en það mín reynsla af því að vera búa í bandarísku samfélagi bara að sko öll umræða, öll samtöl kynþætti, ólíkan bakgrunn og allt svona bara á allt öðru svona leveli heldur en við nokkuð tíman á Íslandi að sko það kom mér á óvart hvernig þið talað kynþátt og miklu svona opnari umræða, miklu upplýstari umræða og bara ég að tala alla helstu fjölmiðla og bara fólk í samtölum og að svona, og fólk gerir sér mjög vel grein fyrir hvaða áhrif kynþáttur hefur á allt þeirra líf og bara svona fordómar og fólk talar mjög opinskátt fordóma og ómeðvitað fordóma, eitthvað sem við erum bara að byrja á að ræða hér í íslensku samfélagi held ég fyrst núna og erum samt
einhvern veginn, þannig ég held að þessu leyti að bara þessi sko sjálfsmynd og þessi saga Bandaríkjanna muni líka koma til þess að þrátt fyrir að við séum að heyra ýmislegt í dag sem að bara nánast, þú veist, þú hefur ekki getað sagt opinberlega fyrir 10-20 árum síðan sko, að það einhvern veginn bara kippir sér enginn upp við það, að þá sé sko að það kemur einhver sterkur leiðtogi í repúblikanaflokknum sem svona meira sameinandi tákn eða þannig að þá sé hérna kannski einhver von. Margrét, þetta svona góðsölun Bandaríkin, þetta deglan, það sem margir og stjórnmálin hafa verið þannig að ég vil halda utan degluna, ég vil ekki raska þessu. En þau hafa samt ekki gert það. Og ég sé að höfða til hérna hvítræðuhyggju, þá ég með svona hundaflýsur, þá ég bara þeir skilja þetta, en ég ekki beint að öðru þessu. Núna komin hérna frambjóðandi sem Trump og hann segir, ég ætla ekki að reyna að halda utan þetta. Ég ætla að nota aflið í þessu til þess að koma til valda. Einmitt, og þannig að til þess að halda völdum í Bandaríkjunum ekki lausnin að tala þannig að ég ætla að halda öllum saman, heldur þvert á móti. Akkurat. Og ég held að það sé hluti af því, en annan hluti af því, ég held að hann hafi ekki bara verið kosin í Bandaríkjunum út af því, ég held að hann hafi líka verið kosin í Bandaríkjunum vegna þess hvernig fjölmiðlar þar virka og ekkit bara þar, að sko hans airtime eða þannig, hann var á skjánum svona 95% af tímanum og allir hinir restina. Hann fekk alla athygglina í þegar hann var í kostningabaráttu í forvali flokksins og svo í fyrstu kostningabaráttunni. Hann fekk nánast allan fjölmiðlatíman vegna þess að hann kastaði fram einhverju sem hvaða fjölmiðl sem þú varst, það var fyrirsögnin, það var það sem hneykslaði fólk, það var það sem að fólk vildi vera að tala um. Og ég held að það hafi líka verið hlutaði en ég veit ekki, auðvitað, þetta sameiningatákni, hann það vissulega ekki á nokkur skil. Ég held að vansmunni reyna eitthvað svona eins og þú veist að komast til valda á grundvelli svona meira svona kljúfandi stefnu, það er mín tilfinning af því að hvernig hann talar sko og það bara stríð í gangi og það bara upp á líf og dauða við vinnum annars munu þeir eyðileggja Bandaríkin en Vance hefur bara ekki þennan sjarma sem að Trump hafi og hefur og það skiptir svolítið miklu máli þegar það kemur í kosningar þannig að svona ég með glasið hálffullt þannig að þegar kemur að þessu, ég hef bara meiri trú að því að þetta, ég hef trú að því að það býða Trump aður ég meina, getum við gert eitthvað annað núna næstu 3 árin, sko, heldur ég held að það svo margt í þessu, sko, sem að ég held að eitt sem að gerast í Bandaríkjunum núna sem ekki hefur gerst áður svona sterkt síðustu áratugin, þetta hefur verið svo sem verið áður að það er verið og Vance aldrei fulltrúi fyrir þá hreyfingu og það er svona að reyna að byggja upp svona bandarískan etnonasjonalisma, þjóðnistefnu sem að stríðir gegn því sem að Margrét er að lýsa, sem er þá svona etnísk nasjonalismi og það er þá kristnin er svona ákveðin svona hundablístru merki það að við erum kristin þjóð og það er svona annað sem er að gerast sem að þessi 2 flokkar hafa ekki alveg ráðið við og það er það að hliðverðinir hafa búin að missa sitt hlutverk og sem að fjölmiðlarnir, ég les New York Times og ég les Guardian og ég horfa ekki á Fox. Það er bara örlítið brot Bandaríkjamanna sem gerir það. Þetta veltur núna yfir fólk bara sem staðreyndur sem sannleikur og nú er þetta að búa til myndbönd sem að sýna bara þetta og bara einhvern gera eitthvað sem þetta bara tilbúin í gervigreind og að fólk hefur enga möguleika til þess annað en að trúa svona því að það er enginn sem er svona búin að vinsa þetta úr og ég held að þetta pólitíska svona kerfi sem að við höfum ekki alveg er ekki búin að finna leiði til að ráða við þetta og svo er að þriðja sem hefur gerst að það er þessi algjörlega vantrú núna á því að þetta kerfi sem er byggt upp, ég má segja frá loku síðar heimsstyrjaldar og gekk í gegnum svona ýmislegt eins og réttindabaráttu svartra á 7. áratugnum að sem er þessi svona lýðræðislega frjálshyggja, ný frjálshyggja stundum og þetta er alls konar hliðar á henni
en allar hvaða mynd af henni sem hún hefur beðið skipbrot, hvort bæði þá þessi réttindabaráttu frjálshyggja en líka þessi efnahagslega frjálshyggja. Og menn, bara stór hluti af ráðandi öflum í flokkunum sem réðu flokkunum, bara stjórnum, bara hafa ekki þessu völd lengur og þá bara hver hefur þá völdin og það það sem að flokkanir eiga alltaf rétt með að ráða við og þá eru það þessir einstaklingar sem að koma til með að svona samina, Obama gerði það augljóslega, Trump búin að gera það sem 2016 að því að Biden vann ekki kosningarnar, heldur tapaði Trump, sko. Ég meina það var Trump sem var frambjóðandi sem þetta allt snýrist menn voru ekki kjósa Biden. Ég meina Biden var ekki, einhvern veginn, það var heillaði nú ekki menn neitt sérstaklega. Kursuna þegar hann var ekki Trump. Já, hann var ekki Trump. Já, svona safe hands. og þannig að hver það sem að rís upp núna og það var auðvitað vissi enginn um Obama fyrir hann fluttist að ræðu 2004 en það var bara löngu glemt og svo bara allt inni kemur hann og verður þessari frelsari til þess að bjarga flokknum frá þessi nýðurlægingu sem þú varst að tala en Trump, ég las frétt 2015 mjög þekktan bandaríska blaðamann sem mann ekki reyndar akkurat í öfnblikki hvað heitir en hann sagði sko eftir að Trump fór niður stigann þá kom sem sagt innihaldið var það að Trump veit alveg hann kemur aldrei til með allir vita það Trump á ekki eftir að vinna, hann þessu bara til þess að auglýsa sig og bla bla en ég menn árið setna var hann kosin þannig að hver kemur það auðvitað að segja, ég held að demokrata, það auðveldara fyrir demokrata vegna þess að þar engin svona Trump þó hann fari þá kemur hann til með að skipta sér af hann verður að svælast fyrir þeir að reyna að leika hann á þess að ná að leikan þannig að demokrata hafa svona þægilegra úr að spila en hver veit? Ég held bara að demokratar eru svo miklu sérfræðingar í að klúðra sínum málum að þeir munu sko við munum lenda í því að þetta endar í einhverju svona eins og þegar var milli Obama og Hillary svona tveir armar sem að sko báðir telja sig að tilkall til sko þess að vinna og og prófkjöri drægist síðan sko út í það endalausa meiri sér líka sko þarna fyrir kosningan 2016 þegar Sanders og Hillary tókust á og það voru nú stuðningsmenn Sanders sem sko byrjuðu fyrst að kalla það að Hillary væri spilt og hún ætti að fara í fangelsi þannig að þeir byrjuðu með sko rópin lock her up þannig að sko ég held að demokratarnir það er alveg líkur á því að við sjáum einhver svona AOC arm sko eða Mandani arm og síðan sko eitthvað svona, ég ætla ekki að segja Chuck Schumer en þú veist en það verður einhver svona hefbundin establishment demokrati og það verður einhver svona algjör skil í flokknum og hræðilegt prófkjör og þeir fokkið þessu ég ætla ekki að þörftaka fyrir það G.D. Vance verði fórseti já konu útgáfa honum það gæti gerst sko þannig að það gæti gerst sko það ljóst að sko framtíðin eitthvað sem við sjáum ekki núna það bara reyla niðurstaðan þessu það 3 ár allt og langur tími í pólitík það nú að gera svo mikið frá því að Trump tók við að ef það heldur áfram með sama hraða þá erum við að tala um einhvern veruleika sem við getum ekki ímyndað okkur einmitt ég er samt að segja sko Gunnar mér er svo viðjandi að fá sko pólitíkus, afbrotafræðing og sagfræðing til þess að tala um Trump mér finnst það meikar fullkomin sens ég fengi guðfræðinga líka og hagfræðinga einu sem kom hagfræðingur Þorvaldur Gylfason, hann sagði að Trump myndi falla á Epstein-málunum og mér fannst það þá vera aðeins að taka út djúpt í árinni hugsaði en svo hefur þau málefni þróast núna bara undanfarnum dögum þannig að þetta eiginlega miklu stærra mál heldur en það verður heimilisiðnaður næstu mánuðina að grafa sig í gegnum allt þetta flóða dóti sem að kemur að ná það getur vel menn finna eitthvað sem að djúsi og það hlýtur að vera eitthvað þarna sko ég meina annars hefur Trump ekki látið svona sko það eitthvað þarna sko en það eitthvað líka bara annars hefur Biden-stjórnin byrt þetta líka sko ef þetta væri bara Trump sko og eitthvað republikanar það eru fullt að ég meina bara eins og við höfum séð núna þetta orðið dögum Summers Friðjón, Margrét og Guðmundur takk fyrir að koma hingað og tala um Trump eins og við gerum alltaf á miðvikudögum en við ætlum að fara að tala um allt annað hérna við rauðaborðið næsti kafli eftir augnablik Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði
og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is